Góðan daginn. Góðan daginn. Verið velkomin á Fætur, kæru hlustendur. Já, loksins erum við tímalega. Við erum komnir úr fríunum. Já. Ég og mínu, Þessi þáttur ætti undir öllum eðlum kringumstæðum að vera dottinn inn bara klukkan 3 í nótt. Já. Þannig að hann á að mæta ferskur í bílinn. Já, já. Og sjálfsögðu með Lavazza. Já. Kaffið í bollanum. Já. Helst á leiðinni í baka, pick up croissantið. En ég er svolítið gaman aðeins fyrir austan. Þegar þú hittir fólk út í búð, það er bara, veistu að hverju er engin stúrin frá túrin? Já, það er mitt. Það drekka til Lavazza. Já, þetta er orðin svona... Catchphrase. Þetta er orðin svona nationwide frasi. Já. Allavega nationwide. Rata allavega austur, þannig að... Já. Hver veit nema að rati vestur. Heyrðu, við erum líka í missioni. Gullpoka missioni. Nú? Við erum að koma að staði hvar við komumst í baunir í gullpokunum. Það er svona lítið mission. Veitu hvað? Að Lavazza-pokunum. Já, heyrðu, já. Ég og einn aðdáðandi erum komnir í leit. Þetta er svona gullpokaleit. Já, ég skil að baun, emmitt. Og við erum að gera okkur það að leik að spurja ekki Brynju, vinkun okkar, hjá Lavazza. Já, Lavazza. Við ætlum að hafa upp á þessu. Já, en sko, við erum með gullpúðana. Við erum með gullpúðana. Geggjaðir að rappa eitthvað baunir. En við erum að leita gullbaununum. Já. Og leitin stendur yfir, þannig að bara við tökum öllum vísbendingum. Já, algjörlega. Bara senda það inn á Deep Into Pingjan. Það er ekki seinna vænna heldur en að kíkja þar inn á núna. En svo líka bara til að klára snert á þessu. Baka. Já. Það eru alltaf 2 ástæður til að mæta. Já. Það er bakað á morgnana. Já. Það er verið að baka á kvöldin. Já. Það er nokkuð vel spottað. Það er ekkert margir staðir. Þetta er örugglega ástæðan. Baka. Þetta er bakað á morgnana, bakað á kvöldin. Ég held það. Og það er ekki margir staðir sem hafa 2 ástæður til að mæta. Nei. Við viljum ekki vera að name-droppa það. Nei. Yfirleitt mætur bara út af því þú kemst á morgnana eða kvöldin eða yfir opnumtíman. Alltaf 2 ástæður til að mæta í baka. Já, sammála því. Er það ekki? Bakari á morgnana og pizzur og alls konar dót á kvöldin. Já, er ekki dessert og eitthvað? Jú, það er allir fjandinn hann. Rappa bara mús. Já. En lífið er að komast aftur á stað. Já, þetta er rútínan, er að byrja að kikka inn núna aftur. Ég hugsa það. Svona sumarið að klárast og ekki það að við byrjaði einhvern tímann en það er svona, komin, það fara að síga á seinni hluta ágústmánaðar. Já. Og það er byrjað að hausta líka. Það er komin, ég byrjar að sjá gul laufblöð sko. Já, þannig að líka það ekki. Það er búið að góðu þurrkur, þannig að við dreipum aðeins á veðrinu. Nei. En fréttavikan, þetta var ágætis fréttavika og það er eiginlega, ég hafði alltaf undan að ákveða hvað ég ætti að tala hérna sko. Nei, akkurat. Maður finnaði mitt með haustinu að þá hverfur þessi gúrkutíð. Það er bara bilað að gera. Nógum að vera í fréttum sko. Mér leiðist sumarið. Já, ég er frá því sko. Allir andlega fjárverandi og bara haustin, það er aðal stemningin sko. Eins og beljur á vorin, menn á haustin. Alltaf gerast núna. Hvernig hefur að tækla þetta? Ég veit, þú varst með eitthvað hitamál þarna. Já, ég er með hitamál. Ég var að byrja á því. Þetta er náttúrulega frétt. Ekki mikið verið fjallað þetta á Íslandi. Nei, ég hugsa ekki. Allir við séum breaking the news. Já, hvað með það? Sko, ég ætlaði að bjóða þér upp á ég að taka móla sem snertir Ísland ekki neitt. Eða móla sem gæti snert Ísland en snerti það í rauninni ekki neitt. Bara til að vera að gefa þér alltaf val. Já, taktu hitamálið. Já, og það verður búið skruf, því að það er alltaf hita á okkar mönnum. Já. Við viljum velja í vör, hnusa, virkja skinnfærin. Hnusa fyrir þá sem að taka þetta ekki. Og það er ég að vil dæmi að menn séu farið að kaupa þetta bara til að hnusa. Það get ekki eins og. Það eru nokkri hnusmeistarar hér á ferð. Skruf, white nummer 5, mæli með því. Já, testið það. Það er kóngurinn. Og sérstaklega í gólfi, því að ég er með móla úr gólfinu. 18+, sant? Já. Og það má eiginlega segja að gólfheimurinn bara nötri. Já. Það er sko... Svo heyrði ég. Já, þú varst ekkert svakalega inn í þessu þegar ég var svona að pizza þetta, en sko... Ég svona heyrði það út undan mér hérna rétt á hann. Já, það er núna, þetta hefur nú reynda verið í bígerð aðeins lengri tíma heldur en ég gerir ráð fyrir. Já. En það er semst komin að staða ný mótaröð sem heitir Liv Golf Tournament. Já. LIVAF, er það ekki bara Liv? Jú. Liv. Bara, já. Og fyrir hvað stendur það? Já, sko, ég kem að því, en það má í rauninni segja að þarna eru olíupeningarnir aðeins mætti til að storka norminu, sko. Og ástæðan fyrir að maður svona, við erum náttúrulega ekki inn í þessari golfkreðsu. Nei, minna. En það sem vakti athygli mína er að ég tek eftir því að Tiger Woods er orðinn einhver svona verkalýðsfélagi, forkálfur innan golfsambandsins ytra og hann hafnaði víst 800 milljónum
dollara Já, fyrir að fá að spila þarna. Já, fyrir að koma og sem sagt spila í Live Tournament. Já. Og svo í gær voru fréttir þess efnis að hann okkur 20 pro-athletes hafi hist á fundi á þriðjudag að ræða stöðuna og standa gegn þessu móti. Mótið, það hefur verið talað um að þetta sé svona eins konar ofurdeildin sem átt að stofna í... Já, fyrir Evrópu. Nei, sem sagt bara... Úr meistardeild Evrópu, klopningurinn. Og það hefur verið að tala um að þú veist, þetta eigi að vera svona Super League goalsins og áður en ég stekk inn í sem sagt hvað það sem gerir þetta svona kontroversial, þá kemur spurningin, veistu hvað Líf stendur fyrir? Nei. Og þú veist það sjálfsögðu ekki, en það veit það held ég enginn. En, hér kemur fróðleikur. Líf er 54 í rómverska talnakerfinu sem stendur fyrir að í hverjum svona golf-event í Live Tournament eru bara að spila 54 hólur og maður er svona, sniðugt. En, það sem gerir þetta svona next level sniðugt er að þegar þú spila 72 hólur í venlegum leik og nærð alltaf birdie þá ferðu þennan hring eða þessa 4 hringi á 54 hólum. Það er hinn skírskotnunin í þetta. Þannig að þú nærð Já, veitu, að þú fer alltaf á birdie sérst á mínus einum í 72 hóluleik þá vertu á 54. Og ertu viss um það? Já, það er bara fakta. Já, ok. Mínus 1, þá ertu að fara á mínus 72. Já, sinnum 18. Það eru 18 hólur. Já. Þú fer 72 hólur í venlegum leik. Já. Mínus 18. Já. Hvað er það? 54. Já, þú meina það. Já, en þú ert að taka 72 hólur. Já, mínus 18, 50, ég skil. Já. Annars væri ég að fara að hringja til Saudi Arabíu að challengea þetta. Ég skil, ég miskildi, ég sneri þessu við. En þetta er basically, þú ert að fara á 54. Já, akkurat. Og Líf stendur fyrir það úr rómverska kerfinu. Heyrðu, kannski saði ég þetta samt vitlaust. Ég saði 4 sinnum, nei, þetta er rétt, 4 sinnum 18. Þú ruglaði með eitthvað með því. Já, 4 sinnum 18, 72. Ég skil pælingur á núna. Okay. Það tók mig smá tíma samt. Já. Okay. Ég ætla að fá að samt að koma með 1 punkt hérna með Tiger Woods. Já. Þetta hefði tæplega tvöfaldan net worth hans. Sko, hann er metinn á 1 miljard bandaríkjadollara. Þannig að þú veist, ef hann hefði fengið 800 milljónir dollara, hvað minn góður, og hann hafnaði. Þetta er sko, ég sagði verkalýs fórkálfur, ég veit ekki hvað er best, er þetta Vilhjálmur Birgisson gólfsins, er þetta Solveig Anna, eða Ragnar Þór? Allavega, sko, þetta Live er svo kallat World Tour Tournament og kontroversi er, þetta er fjármagnað af þjóðarsjóði Saudi Arabíu. Og það er talað um að þeir sé að sitja 2,4 bandaríkjadollar í þetta, þannig að 2,4 miljardar bandaríkjadollara bara til að koma sér up and running. Fyrsti event var núna 9. júní og þannig að þú veist, Haters er að benda á þetta, sé þetta svipaða konsept og með fótboltan í fyrra. Annað sem er náttúrulega, hvað getur við sagt, að trekkja Haters er að þetta er það sem að menn kalla sportwashing. Það sem að þú ert með ríkisstjórn, hvað, má segja vafasamra, tekta fyrir vafasum, kannski mannréttindabrót og að reyna að fegra ímynd sína með henni fallegu íþrótt, golfinu. Og hávarast tvítengt hefur náttúrulega verið aðkoma Saudi að blaðamannum hana Jamal Khashoggi sem var tekinn að lífi í Tyrklandi. Það er gott dæmi um þetta, kannski getur verið til dæmis í Rússland svona eftir á hyggja með HM 2018. Já, Ólympíuleikana. Já, byrju, hvenær var það? Þeir voru með það í Sochi 2014 held ég. Já, einmitt, og það var bara í kringum þarna krímska byrjunina á því. Katar með HM núna. Ég held samt að þekktasta dæmi í dag eru Saudi og Katar peningarnir og Sameinuðu Arabísku í Manchester City, Newcastle. Þetta er bara money talks, peningastjórna, það er bara þannig. Þú veist, það er nokkuð ljóst bara miðað við þetta. Money talks. Það er engin að, money talks. Og það er svona stærsti punkturinn sem ég ætla að koma inn á fyrir utan Tigerinn. Og það sem ég hefur náttúrulega skrifað fyrirsagninnar í kringum þetta eru allar þessar fjárhæðir. Og ég er með hérna dæmi sko, þetta er til dæmis að stokka upp í topp 20 lista íþróttana í golfi yfir launahæstu því að menn sem hafa ekkert verið inn á topp 20 skipti yfir í Líf og er allt í einu komnir inn á topp 20. Eitt dæmi, Dustin Johnson hefur verið á toppnum þarna í Bandaríkjunum. Ég held hann hafi unnið 1 PGA og einhverjar mótaraðir
Hann að fá $150 million fyrir að skipta. Já. Á sama tíma hefur hann þjenað $74 million síðan 2008. Shit. Þannig þú sér það. Það síðustu 14 ár. Já, þá var hann búinn að vera að spila PGA bara á fínu launum, skilurðu. Þetta eru tæplega 10 miljardar sem hann er búinn að taka í þjena á 14 árum. Og hann er að nánast tvöfalda það bara með því að stökkva yfir. Já, en djöfull var Tiger Woods þá boðið mikið maður. Já. Eða þú veist. Annar stór hérna. Var hann stærst, var þetta stærsti dýllina? Nei, Phil Mickelson, annar stórt nafn, er að taka 200 milljónir. Og eru þeir búin að samþykja þetta? Já, þeir eru byrjaðir. Þeir tóku þátt í fyrsta event, sko. Já, ok. Og það er ekkert lítið sem þeir hafa legið undir ásökunum og þú veist, í rauninni bara gagnrýni. Það er gengið á það á hverjum einasta fjölmiðlafund, blaðamannafund. Þú veist, það er ekkert ríki í Evrópu eða þú veist, Bandaríkin eða eitthvað, þú veist, það er ekkert hægt að gera þessu. Þetta er bara Saudi sem sér þetta. Já, ég meina það er bara stofnað nýja þeim. Var þetta þannig að þetta voru bara Evrópulöndin, skilur, sem að tóku sér saman. Já, í gegnum FIFA eða UEFA eða hvað þetta er, sko. Já, og þú veist, náttúrulega, sko, almenningur hefur þannig miklu meiri völd yfir stjórnvöldum í Evrópu heldur en þannig Saudi, skilur, það getur enginn sagt neitt, þú veist, þetta er aldrei lagt af, sko. Ég held að þeir eru bara núna dæla smá pening í einhverja PR-fulltrúa og svo bara labba þær í gegnum þetta, það er mjög erfitt. Sko, það er samt, til að benda á hvað er búið að reyna að gera. PGA gaf það út, held ég í fyrra eða þess ári, allir sem skipti yfir, þeir koma ekki aftur, þeir verður bara banna. Það er sama á meistaradeild Evrópu ætla að gera, bara banna þeim að taka þátt í... Já, ég held að það samt, ég er ekkert viss að það hafi sérstaklega verið ástæðan, heldur frekar bara almúgin, sko, þú veist, almenningur, það var svo ótrúlega... Já, það var allt gegn góðdeildinni, sko. En allavega, til að klára þetta, PGA tók þennan stans, Evrópumótaröðin sem er held ég eitthvað European PGA, var ekki jafn hörð, þau sögðu bara að þið geti komið og spilað aftur, þóttu við fordómið að þið farið. Og núna skilst mér að sé einhver dómstóll bara í Bandaríkjunum að benda á að þetta er bara anti-competitive. Þú getur ekki bannað þeim að fara á annað mót. Þannig að þetta er svona erfitt að keppa gegn þessu í rauninni, sko. En þetta er skemmtilegt. Ég er með smá hérna... ég heyrði í einum ónefndum gólfara sem að var, sko, það sauða á honum alla leið vestur og Ísafjörð, sko. Og hann sagði að þetta er náttúrulega bara eins og eitthvað æfingamót það sem að menn er að keppa ekkert versus það að spila titla sem eiga sér sögu og benti mér á það, sko, ég var að spyrja út í leikjafyrirkomulagið. Nú ertu að fara að spila bara 54 hólur sem er eins og 3 hringir og þetta er kallað shotgun start sem við höfum ekki séð áður, held ég, í gólfinu. Það byrja allir á einhverju hólu. Já, hún meinar, þetta er bara eins og svona íslensk gólmót eða bara, þú veist. Er það þannig á íslensk gólmótum? Það byrjar alltaf fyrsta hól þá er ég að tala um á svona invitation gólmótum, skilur, ekki einhverjum svona ég hef samt aldrei lent í því ég hef nú neitt ekki farið á mörg gólmót, ég hef farið á einhver þar sem við sagt, Yngvi, þú byrjar á 9. Nei, en það er alveg normið, sko, í, þú veist. Svona invitation, já, eins og hann segir. Bara gólmót FM og gólmót Coolbet, ég hef farið á bæði og þá byrjaði ég bara... Þá byrjaði ég bara eitthvað 13. hólu, skiljum. Já. Og það er einmitt eins og... Og það er eins í þessu, þá. Eins og þessi sagði. Þetta er bara eitthvað æfingamót, sko. Og hvað er þetta, 20 gólvarar? Nei, þetta er miklu... Ég var að segja að þetta væri búið að storka, sko, topplistunum. Já, top 20 highest paid, sko. Þannig eru bara... Ég meina eins og sér mig hérna, hvað hann heitir, Dustin Johnson, sagði það ekki? Dustin Johnson. Hann er að tvöfalda í rauninni... Já, money talks. Já, money talks. En skemmtilegt, það er áhugavert að fylgjast með þessu. Ég held að vera vonlaust að keppa gegn þessu. Og þú veist, þessi er í dag fyrir áhugasama streymt út á Facebook og YouTube. Það segir svolítið svona bara hvar þeir eru stödd, sko. En mér skilst að það sé bara verið að loka hérna bara publishing deals nánast bara mánaðarlega, vikulega. En þú veist, hvað eru sátar að gera með þessu? Eru þeir að fara að græða eitthvað á þessu? Já, þú veist, bara ímynd. Bara, þú veist, já, ímynd, en svo getur það backfireað með þú veist, bara að þetta sé sportswashing, þetta snýst bara það að þú fer allt í að vera með einhver svona jákvæðir hugrenningatengsl við að státarnir hafi stofnað eitthvað gólmóti. Ég veit ekki. Ég veit ekki, en eitt hérna, bara til að taka báða póla út af því að við viljum horfa til hægri og líta til vinstri, bara til að sjá hvað er að gerast. Alvöru frjálshyggju hægri maður á Íslandi, hann vill frjálst hagkerfi, en samt ríkisreikinn spítala og allir með heilbrigðiskerfi. Eða það ekki, svona segjum það. Það er alveg pjúra hægri maður í dag. Já, þannig að pjúra hægri maðurinn í mér, hann varð aðeins að benda á það. Á sama tíma er PGA ekki alveg laust við gagnrýni heldur. Þau
sem sagt bara samtök eru nefnilega tax exempt non-profit í Bandaríkjunum og fá skattafríðindi og velta sko 1,5 milljarði bandaríkjadollara. PGA er rísa dæmi sem golf sem íþrótt sko. Og af hverju fá þau? Bara af einhverju gamalli hefð væntanlega og það hefur nefnilega verið aðeins pikkið þá núna sem hluta þessu að tax-exempt félag á að vera að setja slatt í góðgerðarmál. Það hefur verið bent á að þeir setja innan við 20% í góðgerðarmál og hitt sem að hefur slegið aðeins meira er að það er náttúrulega töluverðar upphæðir sem er í því að vinna þessi golfmót og þar hefur verið bent á að sko yfirstjórn og framkvæmdastjórn þar eru með að meðaltali 65% meiri tekjur á ári heldur en golfararnir sko. Shit. Og þá er það er ekki hægt sko. Súlurit sem bendir á það að framkvæmdastjórinn var til dæmis með $8,8 milljónir í árslaun 2019 á sama tíma og launahæsti golfarinn var með tæplega 10 og svo var Phil Mickelson fyrir neðan hann sko. Jesus, hvernig samt er þetta? Hvernig er hierarkían í þessu? Þú veist, ok, það er einhver stjórnarformaður eða eitthvað svona, en þú veist, hver á þetta? Er þetta einkarekið eða er þetta einhver golfsamtök sem eiga þetta eða? Sko, ég þekki ég þyrfti að bara grafa honi, þetta er sko tax exempt non-profit 501 organization og mig grunar þetta sé eitthvað í átt við að hvernig NFL og baseball og þetta því að fylgir sömu grein bara og allt þetta þú veist, þetta er þetta steikta franchise model það sem er einhver svona members og eitthvað en það sem fylgdi gagnrýni og við erum að nefna þetta er að þau eru eina stóra sambandið eftir á þessu tax exemption að semst það er búið að bóla hinum út þannig að það var svona, ef við lítum aðeins á báða bóa þá er gagnrýnin á PGA þessi sko en og skiljanlega held ég að þú veist það ekki það. Við bara fylgjumst áfram í umræðinu og vonum að menn fara að hólu í höggið þarna, hvernig sem endar. En sko, talandi Bandaríkin og sko, nú er margt að gerast þar líka núna og þá sérstaklega það sem að svona fyrir gómana þarna úti sem að vera að fylgjast með Wall Street Bets og fleiri síðum. Þetta er nú búið að smitast hérna inn í íslenska fréttaburð sko. Ég ætla ekki að segja gómana, ég ætla að segja netkúrikanir. Netbankakúrikanir. Já, netbankakúrikanir eru núna að slíðra sverðin. Og það er þetta Bed Bath & Beyond, BBBE stokkur þarna úti sem að er núna bara að tröllríða öllu. Þetta er svona minnir á GameStop ævintýrið sem var fyrir rúmu 1,5 ári síðan sem ég tók þátt í vissulega og það var einn skemmtilegasta vika lífsmins en núna er Bed Bath & Beyond farið að hækka gífulega, búið að hækka núna í ágúst bara með eitthvað 300% sem er alveg magnað. Já, og hér er hérna frétt einhvern 20 ára háskólanema við háskólan í Suður Kaliforníu. Hann hagnaðist ríflega $110 milljónir, sem sagt 15 milljarðir króna á viðskipti með hlutabréf í þessu fyrirtæki. Tjóðlega er þetta magnað. Og hérna, já, það hefur rauninni fjórfaldast sko. Og reyndar núna ef við skoðum stöðun á því akkurat núna, þá er markaðsvirðið verð á hverju bréfi 23,08 bandaríkjadollar. Og hérna og var það ekki 5 fyrir rallið? Það var í rauninni svona 4, þú veist. Já, ég með þetta hérna, skyrocked from 5 to 25. Já, einmitt. Og það, sko, og nú spyrja hlustendur sig, hvað er að gerast hérna? Af hverju er þetta rallya svona, eins og menn segja? Og það er svona tiltölulega einföld ástæða fyrir því. Það er náttúrulega bullandi hæp í gangi. Svo er náttúrulega verðum við að nefna það að eigandi fyrirtækisins, hann á held ég 10-12% hlut, hann heitir Ryan Cohen sem er sitjandi stjórnarformaður í GameStop og hérna er eigandi af svipaðri upphæð þar 10-12% eða eitthvað svoleiðis. En sko það er líka bara út af fyrir svega stórmagnaður náungi sko. Já. Ég ætla að taka hann sem milljónumæringu vikuna næstu viku. Já, þetta er sko meme stock lord. Hann er bara hann er hann fer í þetta allt sko. En að hluta til uncalled for. Já, þú veist, þetta er bara eitthvað sem að hann hefur tekið bara gómana, netbankakúrikana, bara í fóstur. Já. Þeir fylgja honum. Já, þú veist, sko, ég skal vera með yfirferðum hann í næstu viku, en halda áfram. Hann á sem sagt, hvað var þið? 6-8%? Já, nei, svona kringum 10%, skulum segja það. Ok. Og
og það sem að gerast núna það sem kallast svona short squeeze eða gamma squeeze. Já. Og sko, þetta ekki beint alveg sami hluturinn, gamma squeeze og short squeeze, en þú veist, eðlilega þetta hype tilkomið vegna þess að Wall Street Bets, þú veist, pikka þetta upp, láta vita, herru, það búið að vera að shorta þetta, eitthvað jari, nú keyrum við á það. Og það svona hypeið og þar að leiðandi verður þetta það sem kallast short squeeze eða gamma squeeze og gamma squeeze, þetta í rauninni sko, það eru svona market makers sem að selja þér kannski call option, tökum það sem dæmi, kaupréttasamning og þessir market makers þurfa alltaf að vera í því sem heitir sko delta neutral, þannig að þú veist, þeir get ekki tapað á því að selja þér kauprétt. Ekki bara alltaf að spreadda þig? Í rauninni, þeir hirða einhvers konar spredd og þú veist, þeir þurfa alltaf að vera það sem heitir delta neutral og delta breytist alltaf í sko, því hærra sem að undirliggjandi verð á hlutabréfinu hækkar, þá hækkar virði kaupréttsins og þar að leiðandi hækkar deltað. Ég ætla ekki að fara rosa djúpt í þetta. Ekki tína okkur. En það sem að þessir market makers þurfa að gera alltaf að hedga sig og kaupa bréf virði fyrir þennan delta stuðul. Og þeir þurfa alltaf að kaupa meira og meira því meira sem deltan hækkar, skilur, og það þrýstir verðinu endalaust upp. Það sem að hins vegar samt, held ég, sko, þetta einhvers konar blanda af gamma squeeze og svo short squeeze. Já. Og short squeeze svona kannski aðeins auðveldara að útskýra og frægasta dæmið short squeeze kannski fyrir utan GameStop sko Volkswagen árið 2008. Akkurat. Þá voru margir stórir fjárfestar sem að töldu bara að verðið á hlutabréfunum væri allt og hátt og skortseldu bréfin og veðjuðu á þau myndu lækka í verði. Akkurat. Nú, það sem gerist svo hjá Volkswagen að stærsti eigandinn í þeim, Porsche, frétti af þessum skortsölum sem voru byrjaðar og þau hófu að kaupa bréf í miklu magni. Alveg villevekk. Alveg villevekk og stuttu seinna var tilkynnt að Porsche ætti orðið 74% í fyrirtækinu, í Volkswagen. Og auk þess átti ríki 20%. Svo bréf í eigu fjárfesta var ekki nema 6% af hlutdeildinni. Já. Og framboðið þá orðið alveg mjög lítið. Bara ekkert flot á bréfum. Bara ekkert flot, skilja. Og sko, eðli skortsölu þannig að þú fær lánuð bréf frá fjárfesti og selur sjálfur á markaði og vonast til að geta keypt þau tilbaka og læra verðið þegar bara þú þarft að skila bréfunum til tilbaka. Já. En málið með svona skortsölu þannig að þú selur bréfin á markað og einhver annar aðili kaupir þau og þú veist, sá hinn sami getur svo lánað þau áfram til einhvers annars sem vil skortselja. Og þá getur myndast í raun skortstaða sem hærri en útgefin bréf í fyrirtækinu. Og þegar þetta gerist myndast þetta svo kallað short squeeze, þar sem fólk sem heldur skortstöðu þarf að kaupa bréfin tilbaka til að skila þeim og þá bara hreinlega slegist bréfin til að koma í veg fyrir sem mest tap fyrir þann sem heldur skortstöðunni sko. Ég ætla að mæla með einu núna, og til að við erum, ég skilda 100%. Ég gæti trú að einhverju sem að hlusta skilda ekki 100%. Okay. Þeir sem ennþá með Netflix horfið á seríu sem heitir King of Stonks. King of Stonks. Hún fjallar Hefurðu séð hana? Nei, ég hef ekki séð hana. Þetta eru þættir, geggjaðir. Fjalla Raunverulegt dæmi í Þýskalandi. Þeir eru að byggja upp svona greiðslumiðluna fyrirtæki og það aktivist investor sem að kóla bullshitið og skortselja á. Og bara gangum og fá lánu bréf og eitthvað. Þetta bara... Það gæti einmitt útskilt. Kannski ég bara afsaka ef ég að útskilta. Nei, ég skil hvort það fara á. Þetta annars flóknar heldur bara skortsalan. Út af þessu gamma og dóti, sko. En sko ástæðan fyrir að hitt heitir gamma, sko, ég glemd að nefna það, að sko þetta delta, sko gamma mælir breytingu í delta. Þú veist, ekki að það sé eitthvað að fara klera þetta fyrir marga, en já. Jó, eitt sterkan lavat, sagði hann það mér. Hann var að útskýra munn og... En allavega, í þessu tilfelli með Volkswagen, þá var ekki einmitt nema einhver 6% af bréfunum til sölu í raun. Já, bara flotið. Og skortstaðan bara eflaust margfalt herri sem var til þess að menn voru bara hreinlega tilbúinir að selja úr sér líffæri. Þetta er bara spíralast út í óendanlega. Já, og þar að leiðandi hækkaði verðið bara upp úr öllu valdi á mjög stundum tíma, nána tiltekið einhver 500% sko. Og Volkswagen var þar að leiðandi verðmætasta fyrirtæki heims í nokkra mínútur. Alveg ótrúlegt sko. En svo eins og ég segi, bara annað nýlæra og frækt dæmi þetta GameStop sem er eitthvað mesta ævintýri sem ég hef tekið þátt í sko. Já.
Það var rosalegt. Það er rauninni gekk miklu lengra heldur en þetta Bed Bath & Beyond gengi núna, sko. Það var alveg bara sturlað dót, sko. Er ekki einn pæling samt núna, varst þú að benda að einhver annar að við erum í rauninni ekki komin jafn langt inn í GameStop-geðveikina, þú veist, ef þú horfir á tímalínuna á þessu, þá eru komin skemur heldur en þegar GameStop byrjaði. Já, sko, skilur þú hvað er að fara? Já, ég til dæmis fer inn í GameStop, sko, í rauninni þegar bréfin eru 4-falt verðmætari í GameStop heldur en þau eru núna í BBB, já, akkurat. Ég var í rauninni samt fljótur á lestina, sko, en nú þetta er ekki fjárfestingaráðgjöf. Jú, að sjálfsögðu. Til að taka það fram að þá var að Ryan Cohen að gefa út í gærkvöldi að hann væri að fara að selja sinn hlut. Og þess vegna núna eru bréfin að, sem sagt, Þú ert að segja mér að partybladran að springa? Já, pre-market sem sagt, hann niður einhver 15% núna, eða 17% með þess að núna, sko. Þetta tímabóturinn sem einhver hálfviti í amalinu, þau byrjar að sjúga sér heliumi. En þetta sýnir það líka, sko, að þú veist, hann hefur mikil áhrif á, þú veist, hæpið alveg tengt honum, sko. Hann bara komin á blöðruna, hann ætlar annarkvæmt sprengjan eða sjúga heliumi. En svo með þessar skortstöður, þú veist, það er ekkert limit, þú veist, þetta er það sem heitir short, bara, þú veist, á ensku. Já. Vera short, það er ekkert limit fyrir því hversu mikið þú getur tapað, sko. En sko, þannig við tökum bara stutt recap á þessu. Bed Bath & Beyond. Heyrðu, já, sorry, ég skal bara gefa hérna smá, ég er á póstlista hjá einum. Hann benda það að fyrirtæki hefur ekki skilað hagnaði síðan 2018. Það er með 3 bandaríkjadollara í skuld sem er, þú veist, segir mann ekkert. 3 miljardir dollara í skuld bara. Já, þú veist, ég veit ekki einu sinni hvað er velta, en allavega. Og hann sagði að þeir brendu, sem sagt bara 500 milljónum í cash bara á síðasta kvarter. Þannig að það er bara, það er ekkert sem bendir til að þetta fyrirtæki sé... Ég held að þau eru ekki með nema 140 milljónir dollara cash on hand, sko. Já, þannig að þetta er bara brenna peningum og ekki arbært. Og bara til að ríkapum þetta, hvað er það sem... 107 milljónir í handbært fé. Já. Og skulda 3,3 milljardir bandaríkjadollara. Og þú veist, einu sinni enn, bara þannig, af hverju fór þetta stað fyrir 3 vikum? Er það bara út í því að fréttist að Ryan Cohen væri... Og ég held að short interest sé eitthvað, að short interest er sem sagt það sem ég var að tala áðan, sko, að skortstaðan er orðin hærri heldur en útgefin bréf, sko. Já, það er það. Það er, þú veist, en ég þekki samt ekki, ég hef hvergi fundið short interest á þessu núna, sko, í hverju það stendur. Já. En ég man í GME þá fór það hæst í 140 eitthvað %. Já, akkurat, það sem búið að bara, þú veist, að það bara fræðilega séð á verðið að geta endað óendanlega hátt, skilur, sem það gerir aldrei, út af því að það er alltaf eitthvað haltað og, þú veist, stíðinn það er alltaf stíðinn og jari. En, já, eins og ég segi, það er bara ekkert limit fyrir hverju þú getur tapað, þannig að farið varlega í skortstöður. En veistu hvar, á ég segir þér? Já, eða spurðu. Ég ætla að spyrja. Já, í boði einhvers. Hvar getur þú aldrei tapað? Hvar get ég aldrei tapað? Já. Hvar get ég aldrei tapað? Aukakrónur Landsbankans, kallið minn. Það er bara ekki hægt. Nei. Þetta er fríðindakerfi, held ég að sé, ég held að það sé morgunljóst. Aura fyrir aura, krónu fyrir krónu. Þetta er cashback. Þetta er cashback-kerfi sem þú getur ekki tapað. Og þetta er í rauninni ósköp einfalt ferli með þetta systema. Þú velur kreditkort frá Landsbankunum sem að safna þessum aukakrónum og til að taka það fram þú þarft ekki að vera viðskiptavinur bankans til að sækja um það. Nei. Kortið safnar aukakrónum á allri innlendri veltu og enn fleiri aukakrónur þegar þú verslar af samstarfsaðilum. Og, já. Má ég stökkunum með plögg þar? Já. 66 grána norðurþátturinn okkar, þriðjudaginn. Já. Og Vilastað, mikil hlustun. Já, mikil hlustun. Já. Þau eru í aukakrónum. Þú getur stokkið inn í hvaða 66 það er geggjað. Verslun sem er og fengið 3% endurgreiðslu nema, ef þú varst á þjóðhátíð í Eyjum, þá er 5% í 66 í Eyjum. Takk fyrir. Þetta er enn eitt skipti sem að borga sig að vera landsbyggðarmaður. Ég segi það. Og þetta eru 250 samstarfsaðilar, auk 66. Og þessar aukakrónur safnast svo inn á úttæktakort og þetta úttæktakort, það er hægt að nota það bara eins og hvert annað greiðslukort til að greiða fyrir vörur og þjónustu hjá samstarfsaðilum. Já. Og það er bara hægt að sækja það í appinu og við bara mælum heilsuga með því. Já. Og þetta er 66.000 manna klúbbur sem að þú vilt vera hluti af, sko. Þetta er bara hagkerfi sem að þú vilt ekki horfa framhjá. Ég er að segja það. Og ég vil fara að fá fleiri fyrirtæki hérna inn. Já. Við eigum að ná svona 1000. 1200. 1200? Já. Það væri gott gól. Já. En allan á Landsbankinn kæra þakkir.
Við vorum með eitthvað fleira, eða ekki? Jú, já, nóg hérna. Sko, viltu að ég stökk á mitt? Já, hvað með það? Það er ekki að vera svolítið fljótur, eða nei, liggur og grá? Ég veit ekki. Ég veit ekkert hvað tímanum líður á þessu. Nei, heyrðu. Sé það ekki eins og. Heyrðu, ertu til í þetta? Já. Ertu til í þetta? Ég baði nú að kíkja á þetta. Funko Pops. Já, ég kíkti aðeins á þetta á hann. Þetta til sölu í Nexus, skils mér. Ég hef ekki séð mikið af þessu á Íslandi. Nei. En ég var fyrir austan daginn eins og 10 komið. Hefur komið austur? Ég kom í suðaustur. Já, ég hef verið á Vopnafirði. Og Bjarki frændi fór að segja mér að hann er collector and a trader. Ok. Og ég var bara, ok. Og fór að spyrja hann til brefin og hann hlóða mér. Og ég spurði hann hvort það væri hráuru og hann hlóða mér. Og benti á mig, sagði pappa sinn, is this guy for real? Slettir svona í mig. Svo spurði ég hvort hann væri að flippa húsnæði eða í ríkisvíkslum. Já, þá grenjaði hann. Já, hann bara spurði mig hvort ég væri alveg með háskólamenntun. En kauðið er semst að safna Funko Pops. Já. Og þetta er engin kökupeningar í þessu dæmi, sko. Nei. Þetta er alvöru. Kannski hvetja fólk til að googla þetta. Þetta er svona litli einhverja brúður eða svona. Já, þú ert örugglega betra útskýrt en ég. Mér var bara að hugsa þetta Birgittu-dúkkunar. Þetta er svona dálítið eins og Playmo kalla með risastóran haus. Já, heitir Funko Pops. Og já, ég skrifaði hjá mér, þetta eru bara þessar dúkkur með stóra hausa í kössum. Oftast að frægu fólki eða frægum karakterum. Og ég ætlaði bara að taka svona stutt recap á þessu. Þetta er fyrirtæki á markaði, Funko Pops. Þannig að þetta er fjárfestingaráðgjöf fyrir þá sem að vilja spá í þessu. En þetta er semst stofnað 1998 af Mike og Claudia Becker. Og Mækarinn, ekki sá eini sanni, var á eBay að leita svona Big Boy dúkku. Og við vorum komin inn á dagann. Þetta er svona Big Boy maskott fyrir eitthvað verslunarkeðu sem er lukudýr. En googlaði Big Boy maskott. Googlaði núna, þá veistu hvað ég er að tala um. Því að það munu allir kveikja á perunni þegar þeir sjá þetta. Þetta er sem sagt tilvíð, þessi gæi. Og hann er sem sagt á eBay að leita svona collectible dúkku. Sér að eru allar í kringum $100. Bing, business idea. Af hverju outsourcaði þessi ekki bara til Kína og gera þetta sjálfur? Funko Pops verður til. Marta Fína er keypt í Kína. Já, Marta Fína er keypt í Kína. Eins og Moxen. Eins og Gummi og Lína. Já, akkurat. Heyrðu, á innan við ári, þá var hann komið með samninga og svona Funko Pops í samvinnu við Popeye, sem er kjúklingastaður í Bandaríkjunum, General Mills, meðal annars með morgunkoti, og Count Dracula, sem var eitthvað gott á þeim tíma. Lítið sem við síðan Dracula undanfæri. Já, þekki það lítið. Já. Rauninni svingekk frá fyrsta degi að hann var segast að selja þessar dúkkur, en hann misti áhugan. Kulnun, eða ég veit ekki hvað það var. Og seldi 2005 til safnara og skemmtistæða eigandans Brian Mariotti, sem sá einhver tækifæri í þessu. Er sölu upphæðin gefin upp? Nei, það var nefnilega undisclosed sum 2005. Það hefur ekki verið mikið. Nei, sennilega ekki, sko. En þó, og ég fer að byrja að djúsa. Það fer að koma sigur í djúsin. Þegar þú ert, eins og ég sagði í síðustu viku með sultugerðina, rabarbarinn er súr þangað til að sigurinn kemur. Hann á að vera súr þangað til að sigurinn kemur. Algjörlega. Og núna er ég svolítið súr, en sigurinn er að koma. Og ég býð eftir sigurinn. Já. Heyrðu, það tók gæjan samt 5 ár að djöflast í vöruþróunni og frá 2005 til 10. Já, ég ná þessu á þann stað sem þetta byrjar svona að vaksa. Eitt sem hann gerði, hann lét hausinn hætta að hreyfast. Sem er bara major. Hugsaður ef hann hefði ennþá verið. Allána, hann var að fóta sig áfram í þessu og breakthrough hans kemur 2010 á Comic-Con, sem er hérna eitthvað svona ráðstefna í Vegas, það sem er allt insane. Er þetta ekki bara eitthvað stærsta bara? Jú, sennilega. Fyrir finnst. Já, og þá gerði hann Funko Pops úr DC karakterum, sem er eitthvað sem auðun með einu enni ætti að vita hvað er. Hvað heldur þessi DC eftir? Disney Comics? Nei, jú, alltaf ekki. Þekki það ekki. Og sérst 2 ára setna, þá nær hann $20 million veltu, sem er svona 2, eitthvað hjartar. Og þá náði hann að hengja sig á Avengers, Hunger Games og Dark Knight. Sem byrjaði að keyra söluna. Og hann fattar, heyrðu, ok, ég þarf að fara að hengja mig á sjónvarpsþætti. Hann þurfti væntanlega að gefa þetta út í samstarfi við þau. Já. Og það kemur hérna inn, sko, það sem að hefur alltaf verið... Nei, ég kemur inn á eftir. Þú veist, hver er grunnlykillinn að baka við þessu. En allána, aðeins að missa þráðin hérna, Dark Knight, keyrði áfram söluna. Hlustaði nú, $20 million 2012. 2017, þá er veltan komin í $400 million. Shit. Þannig hann er búinn að hvað? 20-falda á 5 ára. Og
þá var það Juicin. Heyrðu, ég ready til að IPO-a. Hann fer á markað 2017. Það samt eitthvað crazy sko. Þetta versta IPO 21. aldarinnar. Það? Já, þeir fjallu 41% á 5 dögum. What? Og voru titlaðir semst worst performing IPO. Það sko, með $400 million veltu. Það þykir frekar smátt. Þetta small cap sko. 2020 þá eru komnir í 1B, þannig að þeir eru búin að vera bara á stöður uppleið. Og það fylgir sögunni að 10 mánuðum semst eftir IPO-ið þá voru komnir í $31. Þeir fóru á markað á $5 og svingu. Þannig að þeir náðu þessu vel tilbaka, þeir sem að héldu sko. Já, svo ætla ég að koma hérna bara áður en ég kem á lokapunktinn. Örstutt businessin, velgengnin, eins og þú varst nefna, hefur alltaf legið í licensing deals. Að ná að hengja sig á eitthvað success sem með Star Wars og allan fjandan hérna sko. Já, og ég með hérna, þú veist, það til Funko Pops, licensing fyrir allt Marvel, Seinfeld, Squid Game, ekki Squid Games? Já, Squid Games, já. Breaking Bad, Simpsons og 150 aðra stóra þáttaræðir. Þannig að það basically, ef eitthvað springur út, þá eru þeir mætt, sko. Herðu, við þurfum að gera Funko Pops. Önnur ástæða fyrir að ná góðum vinsældum að verðið bara í kringum $10-20. Já. Þannig að frændi og allir kökupeningarnir sem fara í þetta Tjóðlega að selja marga brúður þá maður. Já, þeir eru nefnilega alveg að framleiða kringum 100 á hverjum. Þannig að þetta nóg ódýrt til að bæði junkiarnir, bara comic junkiarnir, stökkvi á að eiga svona og non-fans og collectors. Þannig að þetta að ná að samin á svona mjög steikta kreðsu. Já, tjóðlega þetta sniðut að fara í eitthvað svona collectors business sko. Og þú veist, ég hef sagt það Það alveg óverið sér safnarar sko. Hvað ég þarf að taka svona intervention með gömlu að leyfa mér að vera að safna lyklakipum á sínum tímu. Ég var að því, ég var með einhver svona vex. Tók hún þetta svo bara hendið þessu öllu? Já, þú veist. Þannig frændi bara future millionaire að safna Funko Pops. 2 hlutir, bara fyrir þá sem að hlusta og læra og þetta fjárfestingaráðgjöf. Allt sem ég segi fjárfestingaráðgjöf. Að þú ert að horfa eftir tvennu þegar þú ert að kaupa í þessu. Það exclusive og chase. Exclusive eru bundnir við eventa eða búðir. Sem sagt, þú getur þegar Funko Pops kemur á Comic Con, exclusive, þá er það bara framleitt einu sinni fyrir það. Já, einmitt, bara svona limited supply, bara exclusive. Og sama ef þeir gera eitthvað fyrir Walmart, þá er það bara exclusive það. Til dæmis hefur keypt Jamie Lannister. Já, en úr Game of Thrones. Já, á Comic Con 2013 og $40. Gætur þú selta núna á $1,800. Shit. Ef þú hefði keypt hann eitthvað aðeins dýrara, Jamie Lannister með blóðslettum, $10,000 plus á 9 árum. Chase eru síðan bara, þú veist, þeir eru í rauninni með svona eins og gullpokaleikinn sem ég ætla að búa til með Lavazza. Fyrir hverja framleiðslu, þá 2-4% fyrir öðruvísi búning. Þú veist, þeir eru kannski búin að breyta litnum og pakningunum eða eitthvað. Svona eitthvað collectors item bara. Já. Og ég ætla að vera með bara svona lokin, dýrustu sem að ég finn hérna á eBay. Ég veit ekkert hvort sé að marka þetta, $44,9 million. Það Funko Fun Days Charlie Brown Freddy Full Set Exclusive, 24 stykki. Á $44 million. Svo annað hérna SpongeBob og Teenage Mutant Turtles á $12 million. Og þetta kannski að strika út nafni á frænka þannig að fólk var ekki að brjótast inn Nei, en þetta er skemmtilegt og maður fer svona eins að spyrja sig sko, hvað ætli sé verðið á Birgittu-dúkkunni í dag? Gerir einhverja grein fyrir því? Nei, ekki hugmynd sko. Það ætli sé bara verðlaust eins og þetta var Ég veit ekki, þú veist á fólk þetta ennþá í pakkanum er það ekki alltaf svona skilirinn fyrir því að kaupa sem safnari að sé í pakkanum? Jú, væri samt ekki gaman að gera svona íslenska seríu eða? Jú. Gera Funko Pops, vera með blöggengið og... Já, bara finna eitthvað svona... Bjart Freðarsson. Svo það náttúrulega, maður á helvitis Pokémon og eitthvað allt niður í geymslu sko. Búið að vera bara í plasti forever sko. Já. Ég hef gaman að þetta annars skipt sem ég tek svona umfjöllunum eitthvað collectibles. Já, einmitt. Þetta er áhugavert sko, því að þetta er alveg risastórt hagkerfi sko. Já, og það er komið sko... Það eru komnir óháðir vottunaraðilar á Funko Pops. Það er að segja sko, við erum með Moody's og hvað er þetta? Moody's og er það Standard & Poor's? Já, hérna fyrir bara ríkisskuldabréf og eitthvað. Þetta er A+ greiðsluhæfi sko.
Þarna ertu bara með óhafa vottuna. Já, þetta bara... Þetta einmitt líka svona fyrir Pokémon, sko. Já. Nei, þetta bara... Já, skemmtilegt. En, já, við erum nú búin að vera allir tíma hérna. Ég veit ekki hvort ég komi hinnu að. Þetta bara svona... Það nokk svona sumt sem manni langaði til að dreipa eins á. Með tap hjá norska olíusjónum, til dæmis. Já. Töpuðu ekki nema 174 milljörðum dala á fyrri helmingi ársins. Sem 14,4% neikvæð ávöxtun. Þetta náttúrulega bara, þú veist, auðvitað tengist stríðinu í Rússlandi og það búið að vera bara, þú veist, smá downfall á markuðum á þessum tíma. Eitt samt, ég sá, það var núna verið að tekið saman daginn að Berkshire Hathaway hefði aldrei tapað jafn mikið. En eitt sem var ekki tekið fram, grunnreksturinn hefur held ég aldrei verið jafnvel rekinn og ástæðan fyrir þessu tapi út af nýjum endurskoðunarreglum sem kom inn í fyrra eða hitti fyrra að þú ert alltaf að marka bréfin á markaðsvirði. Skilurðu hvað Já. Og Apple niður 20% árun eða eitthvað en þeir hafa ekki selt eitt einasta bréf í Apple en það samt skráð sem bókhaldslegur tap. Getur verið að norski sé í sama eða? Nei, erum við komnir á djúpt eða? Nei, þetta bara eignastýring, sko. Þú veist, þetta eru bara tap á hlutabréfum, sko. Já, þannig að þeir voru bara að selja actually bréf í tapi. Nei, þetta væntanlega bara tekið markaðsgengi á bréfunum, bara 30. júní, skilur við. Já. Hvað þau væru niður frá... Hvað þau eru niður bara frá 1. janúar, sko. Já. Já, þú veist, mér fannst áhugaverður punktur. Það var verið að benda á að Berkshire bætti við sig í Apple og staðan þeirra eru náttúrulega verðmætari fyrir vikið, sko. En allavega, þú veist, þetta er í rauninni bara einhvers konar bókfært tap, þú veist, á hlutabréfum, sko. En já, það, þú veist... Talandi hækkun og tap. Já. Það var að detta inn hérna, rafmyntasjóður Visku, hækkaði 24% frá stofnun. Nú, veitu nú við. Fínt að detta inn í... Hvað, rafmyndirnar konar á flugu aftur, eða? Já, það virðist vera. Ég er ekki bara að kíkja á það heilengi, maður. Nei. En svo er eitt hérna sem ég ætla að minnast á. Já. Það er bara kannski að lokum. Það er hérna einn okkar ásælasti viðskiptamaður. Ef ekki bara okkar ásælasti. Björgúlfur Thor. Já, BGB. Það eru 20 ár síðan að hérna, þau seldu rússnesku bjórframleiðsluna til Heineken. Já. Sem að sko þetta er Bravo bruggverksmiðja hérna. Og hérna... Þetta er geggjað nafn. Já, og þau selja þetta sem 2002 en þeir fara feðgandi til Rússlands árið 93 þegar Björki Thor er 26 ára gamall, sko. Þetta er í rauninni sturlað. Bara galið, sko. Þú veist, hann er bara úlingur þarna, skilurðu. Og hérna, en svo kaupir einmitt Bravo, hérna, þetta er eitt stærsti viðskiptadíl bara íslensku sögunar, sko. Hvað var þetta aftur í? Þetta var $400 milljónir. Já. Þetta voru hvort þeir hafi verið að tala á núverandi gengi kringum 80 eitthvað milljarðar með að við verðla í dag. Já, þetta er 80 eitthvað milljarðar króna, sko. Og hérna, þetta er, þú veist, þetta er mögnuð saga. Hann fer til Rússlands og þeir fara í einhverja hérna, einhvert gos, byrja í einhverju gósframleiðslu. Spur kóla kannski? Já, ég man ekki, þetta var eitthvað gos og svo fara þeir yfir í bjórinn, sko. Já. Kaupa þetta Bravo og hérna byrja að framleiða, þetta heitir hérna Botskarov bjór og sem bara gjörsamlega sló í gegn. Já. Og svo komst hérna Heineken á snóðirnar, sko, og keypti þetta. Ætli Heineken sé ennþá þarna? Hvað segirðu? Ætli Heineken sé ennþá? Ég veit ekki hvort þessi bjór sé ennþá framleiddur, sko. Nei. En svo náttúrulega í kjölfarið af þessu þá bara hérna kaupir hann hérna í gegnum Samson félagið hérna viðfræga 45% hlut í Landsbankanum. Þetta er milljónamæringu vikunar. Við erum að taka Björga. Ég er að fíla þetta. Já. Landsbankinn, náttúrulega styrktaraðili þáttunni, samstarfsaðili, þannig að það var að koma þeim að hérna líka. Kaupa þessi 45% hlut í honum. Já. Og voru fjármögnu með 3 milljarða króna láni frá Kaupþingi. Þannig að hér er banki að veita einkaaðila lán til að kaupa banka. Þetta er skemmtilegt, sko. Akkurat. Hérna, og svo þekkja nú allir held ég bara restina, sko, og hann er bara í dag hérna, ríkast Íslendingur metin á eitthvað 2,5 milljarð bandaríkjadollara. Já. Og hérna, eins og ég sé, okkar ásælasti held ég. Ætlum við eigum eitthvað recap, þú veist, það er Nova, hann fór hann í Lyfjageirann. Já, fór þarna í... hann er núna með VOM í Kólumbíu. Já, Pharmaco, hérna, sem er núna Actavis, sko. Þetta er, Svo átt hann í Eimskipafélaginu, hérna. Stuttu eftir þetta, þú veist, 2003
Já, ég held að við getum bara sagt, það ansi langt síðan að hann var í einhverjum kökupenningum, sko. Já. Bara... Svo, eignaðist hann líka í gegnum Landsbankann, Straum Burðarás, Burðarás, saminaði það við, Straum og þetta, hann hefur verið í öllum, hann hefur verið í öllu. En allavega, hvað sem því líður, þá held ég að við séum bara tæmdir í dag. Já, eru góðir? Ég held það, og við erum þá komnir í frí bara þangað til á... Þriðjudag sennilega. Þriðjudaginn. Já, ég mæti kannski á mánudag. Þá verður rosalegu þáttur, við getum alveg lofað eitthvað því. Já, næsta vika verður skemmtileg, held ég. Næsta vika verður mjög skemmtileg, það verður sko ársendingaþáttur sem að þið bara komist að hvað verður, og svo fylgir þið gestur í föstudagskaffinu að öllum líkindum. Já. Sem að mun krifja reksturinn með okkur. Já. Þetta einstaklingur sem að ég myndi veðja á að gæti verið með smá juice. Já, hann er með insight. Ég get líka veðja á að það gæti alveg gerst að vera eitthvað svona tímamisræmi á milli okkar, þannig að það þurfa að reschedula aftur og aftur, en það kemur í ljós. Það kemur allir ljós. Algjörlega í lokin, ef ekki henda shoutout á listrannan leikstjórnenda þáttarins, Jakob Birgis. Það Jakob Birgis. Tilraunasýningu á Röntgen, eftir 1 til 2 vikur. Kíkja á það. Já, endilega. Uppistandari góður. Já, og bara sennilega finnast sem aðlandsins. Já. Og var með okkur í einum þætti. Já, í uppgjörsþættinum fyrir fyrstu seríu. Hann var mjög harðorður fyrstu seríu og við þökkum honum fyrir það. Já, gerum það. En við hlæjum á honum síðar. Við gerum það. Já. En allavega þá þökkum við kærlega fyrir í dag og bara þangað til næst. Frábæra helgi.